Já, það eru skiptar skoðanir á því, kannski gætu við kallaða bitbein, hvort opna eigi þjóðargrafreitin á Þingvöllum og taka upp bein þjóðskáldsins okkar Jónasar Hallgrímssonar, rannsaka þau og komast að því í eitt skipti fyrir öll hvort beinin séu raunverulega bein þjóðskáldsins eða ekki. Nú, sestur hjá mér hér við rauðaborðið, einn þeirra sem vill fá úr þessu skorið. Hann heitir Páll Valsson. Þú ert ævissöguritari Jónasar, náttúrulega. Já, ég hef skrifað bók um hann, já. Já, og gefið út verk hans. Gefið út verk hans og rithöfundur náttúrulega. Já, takk. Sko, menn eru svolítið að spyrja sig, Páll, hvort þetta hafi ekki bara verið búið. Af hverju, sem sagt, skiptir máli að fá úr þessu skorið? Já, hvenær skiptir máli hvort maður fær úr, þegar hægt að skera úr deilumál, þá finnst manni nú stundum og oftast nær að það maður að taka það. En málið það að sko, þetta er búið að rífast þetta alveg frá upphafi, hvort að þetta séu bein Jónasar. Og nú svo komið að vísindin, sem efla alla dáð, eins og Jónas orti, þau geta, nú treysta menn sér til þess að ganga á skuggum það með tiltölulega svona lítilli fyrirhöfn, hvort þetta séu bein Jónasar eða ekki. Menn geta haft allar skoðanir á því, en þarna getum við leyst úr þessu og ég segi fyrir mína parta að mér finnst sko Jónas eiga það inni hjá okkur að við sko vitum hvort að hann hvílir þarna á Þingvöllum. Og ég tek fram að engin maður á það meira skilið að hvíla á Þingvöllum en Jónas Hallgrímsson. Það má færa gild rök fyrir því að engin einn eigi stærri þátt í því að gera Þingvelli að helgum stað í okkar vitund en Jónas, bæði með kvæðum sínum og skrifum og baráttu til dæmis fyrir því að Alþingi verði háð á Þingvöllum. Það var hans ævi markmið sem náðist ekki því miður. Auðvitað áhætt að þessu samfara, en mér finnst einhvern veginn, ég sé engin rök gegn þessu, mér finnst við ekki hafa neina að tapa. Ef það kemur í ljós að þetta Jónas, þá það bara frábært og þá lyftir það upp þessum svokallaða þjóðargrafreit og lyftir upp Þingvöllum. Það er að vinna með það. Nú kom í ljós að þetta sé ekki Jónas, að þá er það líka niðurstaða og þá er þetta að vinna með hana. En hvernig vinnum við með hana? Því að ég held einmitt að sko, það sem ég hef svona kynnt mér á samfélagsmiðlum í dag, það bendir til þess að það sé ákveðin ótti í hjörtum sumra Íslendinga að niðurstaðan verði svo sem þú nefndir síðar og svona óvissa með það einmitt hvernig við vinnum einmitt með þá niðurstöðu. Já, það er auðvitað skiljanlegt, en náttúrulega vogun vinnur, vogun tapar, en sko, viljum við þá bara lifa áfram í ótta og efasemdum og svona menn eru að hæðast svolítið að þessu og mér finnst það náttúrulega leiðilegt fyrir hönd Jónasar að það er alltaf verið að svona skildan vera þarna, skildan ekki og hver þetta við hliðina á Einari Ben? Er það danskur slátrari sem að ég man ekki hvort það var Mega sem kom með það, en það var svona haft í flimtingum. Já. Það var reynda grænmetiskaupmaður sem hét Jakob Strüving, en það kann að hljóma betur í eyrum einhverja, en það náttúrulega, þá er þá bara þannig. Eins og staðan í dag, þá gætu bein Jónasar hvílt á 3 stöðum. Þau gætu verið í Kaupmannahöfn, þau gætu verið norður í Bakkakirkjugarði, því það er alltaf þangað voru beinin flutt fyrst og það er ennþá sögn fyrir norðan og hann sér Ágúst Sigurðsson heitinn sem þá var unglingur eða ungur piltur á Bakka, hann hefur skrifað grein um það, að kistan var þarna í sólarhring og undir húsgaflinum, þar sem hann sefur upp í herbergi og nóttina finnst honum hann heyri einhverja hreyfingu og svona einhverja mannaferðir. Nema hvað að hann tekur eftir því að fólkið sem hafi verið frekar ókátt þegar kemur boð, beinin flutt norður, Sigurjón og Álafossi, en síðan kemur
tilskipum frá sýslumanni og að beiðni Jónasar frá Hriflu að taka kistuna og fara með henni aftur söður. Norðanmenn voru ósáttir við þetta. Ættingjarnar fyrir norðan og öxstælingar voru, að mér minnir á einu máli að beinin ætti að vera í Bakkakirkjugarði hjá hans fólki. Og Ágúst leikur sér að því og er með þá hugmynd og kenningu að þau hafi í skjóli myrkurs farið í kistuna, tekið beinin og holað þeim niður. Og vegna þess að það voru allir með gleði bragði og miklu glaðari daginn eftir. Þetta er ein kenningin. En svo gætu þau verið á Þingvöllum og ég er stundu spurður að því ég skoða þessa pappíra hvað ég held. Ég náttúrulega veit þetta ekki og þess vegna vil ég ekki að fá að vita þetta. En sko Matthías Þórðarson þjóðminjavörður sem var embættismaður og vandvirkur að hann gerir mjög skilmerkilega grein fyrir þessu. Hvernig hann gekk til verka og það voru nú samt einir 3 fullorðnir aðrir en Jónas. Það var Jakob Strífing grænmetiskaupmaður, það var Madsen veitingamaður og hans fyrri kona og svo eitthvað barn. Og hann reynir að sko svona skoða þetta og reynir að greina beinin að. En auðvitað, þetta er allt saman vafa undirorpið. Hann telur hann sem er réttu beinin og leiðir að því í rök en svo vonandi kemur það í ljós. Það er kannski einhverjir sem að fylgjast með okkur sem vita bara ekkert hvað við erum að tala um. Hérna, hvað ertu ekki góður í hugareikningi? Hvað eru mörg ár liðin síðan Jónas dó? 1845. Já, það eru bráðum 200 ár. Já, sko, hvað, þú segir að það sé komið frá ný tækni. Já. Er mikið eftir af þeim beinum sem fóru í þessa kistu? Já, sko, samkvæmt vísindamönnunum þá þurfa þeir ekkert mikið, sko. Og þeir telja að þetta sé mögulegt. Og mér finnst sjálfsagt að DNA-greining og þá þurfa þeir... Hafa þeir þá upp á einhverjum sem... Já, þá myndu þeir leita til ættingja. Jónas átti 3 systkini, 2 þeirra áttu afkomendur og það nú sérstaklega afkomendur Rannveigar sem bjó á Steinstöðum sem eru fjölmenn ætt, Thorlacius ættin og það held ég dugar að fá eitthvað sýni úr einhverju þeirra til samanburðar. Þetta er ekki flókið. Vísindin eru svo mögnuð. Þú ert með okkar besta mann á þessu sviði, Kára Stefánsson, í þessu liði. Já, og Kári Stefánsson og Agnar Helgason, þeir eru 2 öflugustu mennindir. Og ég heyrði, eða hvort ég las einhverju frétt, sko, að hérna, þetta er sem sagt hópur Íslendinga, þeir eru að vinna einhverju heimildamynd. Já, það er Elín Hirst og hérna Republik, kvikmyndagerðar fyrirtæki sem allar að vinna þáttum. Þetta kemur upp, ég hef verið svona þeim til ráðuneytis sem að því að út af Jónasi og þannig kem ég inn í þetta og þegar þau bera þetta undir mig þá sá ég engin rök gegn þessu og en þetta er líka sjónarmið auðvitað að hérna það má ekki spilla góðri sögu og eitthvað svona en þetta er auðvitað alveg makalös saga ef við förum aðeins að því þú sagðir kannski veit enginn hvað við erum að tala um. Nei. En þetta er þannig að með minnir skömmu fyrir 1940 og þá það er fyrstur allra með minnir er Sigurður Ólason hæstaréttarlögmaður sem var svona skemmtilegur karakter og lét til sín taka á ýmsum sviðum að hann hreyfir fyrstur þessu efni að það þurfi að flytja bein Jónasar heim og hann festir grafreitin. Hann verður þess áskynja þá að fara að hrópla eitthvað í garðinum, assistens kirkjugarði í Kaupmannahöfn og hann stoppar það, hann festir reitin. Hefur síðan samband við ríkisstjórnina og alþingi og þetta fer í alls konar farvegi og nefndir og þingvalla. Þetta er sem sagt 100 árum eftir að Jónas deyr. Já. Og
og þá eru menn með hugan við 100 ára ástíðin. Sko. Að þá, ef ég mann þetta rétt, þá sko, svona, það er heilmikið bauk í kringum þetta, en það er nú ákveðið að senda Matthías Þórðarson á vettvang. Í millitíðinni gerist það í þessari umræðu sem er að Sigurjón Pétursson á Álafossi, sem var skrautlegu karakter, athafnamaður, og Ásmundur skáld á Skúfstöðum. Þeir skrifa bréf, skemmtilegt bréf sem það að nú þurfi ríkisstjórnin og Alþingi að ganga tafarlaust í það verkefni að flytja heim bein þjóðskáldsins. Ekki síst vegna þess að Jónas hafði sjálfur birst Sigurjóni í draumi og heitið á hann að gera allt sem í hans valdi stæði til þess að flytja sig heim. Ætlar þú, Sigurjón Pétursson, að láta það viðgangast að ég hvíli í danskri mold? Og þetta er allt saman dálítið skemmtilegt, og Sigurjón, maður sem tvínónaði ekki við neitt, hann setur sig í samband við Matthías og ríkisstjórnin og býðst þess að borga brúsan. Ríkisstjórnin eyðir því tali eða telur sig að veit því, en Sigurjón sendir Matthías í peninga og Matthías tekur við þeim, sem reynist afdrifaríkt fyrir framhaldið, því að þegar svo Matthías gerir þetta og svo eru beinin flutt heim og sett hér í eitthvað tollhús eða geymsluhús eins og hverjana varningur, nema hvað að Sigurjón kemur og fer með beinin norður. Hann telur sig eiga þú, hann borgaði brúsan og hann bara bruna með þetta norður, fer heim á Bakka í Öxnadal og skipa prestinum að hérna er þetta komið og nú ferð þú og framkvæmir hérna gröf og lætur grafa þessi bein hjá hans fólki og Sigurjón fer með minningarorð, það eru mjög skemmtileg líka, en svo sko hringir Jónas á Hriflu alveg brjálaður í prestinn og bara stopp. Honum hefur ekki fundist þetta fyndið? Nei, hann stal beinunum, eftir hann í síman. Hafði hann ekki líka verið svona í hópi þeirra sem að vildu gera? Jú, hann var, ef ég mann rétt, formaður Þingvallanemndar og þjóðagrafreiturinn daldi hans baby, einmitt, akkurat. Átti að vera svona Westminster Abbey Íslands, sko. Já, akkurat. Og svona alls konar regluverk því tengt, nema hvað að hérna, svo gerist þetta sem ég var að lýsa áðan með Ágúst en sýslumaður leggur hald á beinin, þau eru flutt söður og síðan er Jónas innan gæsalappa, jarðsettur við mikla athöfn á Þingvöllum 16. november 1946 og það sem gerist síðan líka og þess vegna fær þetta framhaldslíf Halldór skrifar atómstöðuna. Já, vegna þess að milli Jónasar frá Hriflu og Halldórs Laxness voru alltaf mikla væringjar. Jónas lækkaði Halldór í launum stórfenglega sko út af hreinum pólitískum ástæðum. Já, fór ekkert í felum með það. Ríkið á ekki að styrkja kommunista. Sjálfstætt fólk, minnum mig, það tekið sérstaklega fyrir. Og Halldóri fjall þetta þungt og maður tekur eftir því. Jónas rak menningarsjóð þessum tíma og var að gefa út alls konar verk. Halldór steypi sér yfir þau öll og tætir þau í sig sko. Þannig að það er rosalega kergja þetta á milli. Og þarna fær hann auðvitað efni upp í hendurnar sem selja land, grafa bein. Vegna þess að á þessum tíma er líka verið að vél Keflavíkursamningin. Sem er alltaf stór pólitískt mál. Og Halldór splæsir þessu saman, selja land, grafa bein. Þeir setja þennan beinafarsa á svið til þess að skekja á þann glæp sem þeir eru að fremja. Það eru svo marga vítir í þessu. Já. En hvaðan kemur hérna flökkusagan með að þeir hafi tekið sem sagt bein, þetta séu sko, sem sagt, var leiðið í kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn, var þetta mjög illa merkt eða? Nei, sko það hefði verið, það var öll umturnað þarna og númerin, hið upphaflega númer var ekki lengur og Matthías leiði nú samfærandi rök að því að hann hafi hitt á réttan stað
og svo fær hann leyfi til þess að grafa og það sko, ég heyri sé á netinu að sumir að segja, sko, við skulum ekki, það með ekki gera þetta að það er ekki að raska grafaró, en það ánáttúrulega ekki við í þessu tilvilli. Grafaróni var raskað í Kaupmannahöfn þegar Matthías gróf þarna 1845. Þannig að það er ekki hægt að raska grafarnum einu sinni, sko. Þannig að verði farið núna í þjóðargrafreitin, þá er ekki verið að raska neinni grafaró. Það er í skilningur. En sko, gætu þeir hróflaði hinum sem eru þarna í þjóðargrafreitnum? Svolítið... Nei, það er þá bara eina ben og það er aðskilið. Já, það er alveg aðskilið. Já, þannig að það á ekki að vera vandamál. Svo hefur maður líka heyrt sko að þessi talað þannig að þjóðargrafreit sem þyrlupallinn var ekki þingmaðurinn Sigurður Helgi sem skrifar það að þetta svona hafi verið í ákveðinni niðurnýðslu og orðræðan er svona svolítið sko kannski í takti við það, þetta sé bara eitthvað sem að hafi verið óttalega hallærislegt og sem niðurnýtt og svona. Þess vegna segi ég, það er mín skoðun að sko við höfum enga tapa að ef á að reisa þetta eitthvað við, þá er lag núna að ganga úr skuggum þetta og ef það reynist svo vera sem að mér finnst meiri líkur á en minni, ég tek það fram, að þetta sé Jónas, að þá er búið að skera úr þetta og þá þarf ekki að vera með þessa brandara alla og svona alls konar skætingum danska slátrara og svo framvegis. Þá liggur það fyrir að þarna er Jónas. Já. En þessi kvikmynd sem þú segir að Elín Hirst sé að gera, sko, er hún ráðgátum? Þetta eru þættir. Já, þetta er, sko, og beinamálið mun fá þarna og sem sé þessi rannsókn er þáttur væntanlega lokapunktur í því. Já, og er þetta hugmynd sem bara þróaðist og var til að tilviljun eða er þátturöðin Ég er nú ekki alveg maður til að svara því og hef ekki komið að því neitt, en sko það er augljóslega þessi hugmynd eru þetta miklu eldri og svo lengi sem ég hef svona mitt minni rekur að þá voru eru áratugir síðan menn fóru að tala þetta bara leið og DNA kom þá fóru menn að tala þetta býtu hvernig væri nú að skera úr þetta ágreiningsmálin en Íslendingar vilja nú oft halda sínum ágreiningsmálum og þrefa áfram eins og við vitum. Sko Kristján Valur Ingólfsson hann þarna með ykkur í liði en það getur sagt sem svo fyrirverandi vígslubiskup þannig að þarna eru einhverjir kirkjunarmenn og þannig að það er ekki úlfúð á meðal kirkjunarþjóna út af þessu. Nei, en eins og ég segi það er vegna þess að það er ekki verið að raska neinni grafaró. Það er búið að því. En svo viðbröðin á netinu ég sá þig skilmast við eitt sameiginlegan Facebook-vin okkar í dag, hann heitir Hallgrímur. Já. Ætlaði það ekki vel á þræði Egils Helgasonar? Jú, skilmast, svona. Já, ég er að nota eittaðara orð heldur en ástæðir fyrir af því að ég er úr Mývatnssveit, Já. En þar varstu sem sagt að þitt megin sjónarmið í þessu er af hverju ættu við ekki að vilja vita ef við getum það? Nákvæmlega, ég vil fá úr þessu skorið, það er nú mitt sjónarmið og líka það, ég er að hugsa arfleifð Jónasar sem að mér er kær og auðvitað Þingvellir eru hans staður, þetta er hans hjartastaður og þjóðarinnar allarar og hann á sinn stóra þátt í því að mér finnst það er einhver skuggi yfir þessu meðan við vitum ekki að hann sé þarna og þessi skuggi honum bregður, hann fer yfir arfleifð Jónasar. Ég vil eyða þessu skugga, ganga úr skuggan og ganga úr skugga að þetta setja sig rétt bein. En ég spurði þið áðan sko, ef það kæmi á daginn að séu ekki hans bein, getur þú spáð fyrir hvernig við myndum taka því?
Nei, þá það bara að taka því bara eins og hverju öðru hundspiti. En það að minnst kosti einhver endir á einhverju vegferð. Þá myndi ég halda að þjóðagrafreiturinn væri í uppnámi með fullri virðingu fyrir Einari Ben og það þá Þingvallanefnd sem tæki þann kaleik hvað á að gera við þetta og að breyta þessu þá bara í þyrlupall eða eitthvað. Það er ekki minn kaleikur en sko mér finnst betra að vita heldur en verið í vafa. Þetta vomir yfir öllu og vomir yfir Þingvöllum, vomir yfir þessum grafreit sem aldrei hefur náð sér að strik út af þessu. Akkur ekki að nota tækifærið og klára þetta. Ég skil þig. En Þingvallanefnd, sem sagt, þið sendu Þingvallanefnd erindi að þau kannski við gengum á hennar fund meira segja. Já, þið genguð á hennar fund og þeim leist ekki á þetta. Jú, ég var nú ekki var við annað en þau hlustuðu og spurðu. En töldu þessu ekki af umboð til þess? Nei, svo kemur lögfræðingur með lögfræði álit sem að ég hef nú ekki séð en gengur út á það að það fyrir dómsúrskurð. Hjá hvaða dómstól veit ég ekki og skil þetta ekki alveg, þetta einhverja lagaflækjur sem ég kann ekki skila á en þetta þessi lögfræðilega niðurstaða varð til þess að Þingvallanefnd taldi sig bundin og ekki geta leyft þetta að svo stoppu. Og í hvaða farvegi það málið núna? Ég held að þetta sé bara í einhverju pattstöðu. Það sé pattstaða? Já, ég veit ekki alveg hvort að það þurfi einhver að kæra til þess að fá þennan dómskurð eða ég held að menn bara bíði eftir einhvers konar svari við því hvernig þetta að halda áfram með málið. Já. En hvor niðurstaðan sem verður ofan á þá þetta svona fóður fyrir vangaveltur okkar íslenska þjóð. Já. Sannarlega. Það hefur, þú sagði mér það áður en við settust við rauðaborðið að svona, lesið það ekki rétt að sumpart á sértu pínluti hissa á því hver viðbröðin hafa verið hjá sumum Íslendingum að minnsta kosti. Já, ég held líka að menn hafi ekki alveg sett sig inn í málið. Ég sé á netinu sem til dæmis að tala grafaró og það er að leyfa dánum að hvíla og það er fullgilt sjónarmið en eins og ég segi það á ekki við í þessu tilfelli. Það er búið að raska ró hinn á dánu og það verður ekki aftur tekið. Og svona, en auðvitað kannski vilja menn einhverjir, sá ég að vilja kannski svona halda þessu öllu í þessum vafa og það er þá sjónarmið en ég er ekki sammála því. Jón Viðar Jónsson, leikhúsfræðingur sem áður veldi nú mörgum listamannanum undir uggum. Hann spyr með upprópunarmerkjum og látum hvað gengur að þessu fólki. Jú. Og svo segir hann margt hefur maður nú séð en sjaldan jafn lágkúrulega og smekklausa tilraun til að auglýsa bíóprojekt og þetta. Já, sko, hann vandar okkur ekki kveðurnar. Nei, en þannig nú sérstaklega að beina sjónum sínum að Kára Stefánsinni, sýnist mér. Já, bíóprojekt. Sko, málið þetta er náttúrulega geigar hjá honum vegna þess að það er ekki af okkar völdu sem þetta er komið í fjölmiðla. Það var trúnaður yfir þessu og var ekki vís jú, það var vegna þess að þetta kom fram í fundargerð Þingvallanefndar sem varð opinber í gærkvöldi. Þá áttaði maður svo því, ok, þetta geti farið í fjölmiðla en það er ekki að okkar vilja. Alls ekki. Og held ég að sko bíóprojekt auglýsa bíóprojekt væri mjög skrítið að gera þá þessu stíð málsins. Miklu frekar þegar búið er að gera þetta og býtu hver er niðurstað. Já. Það er. Þannig að en Jón verður að hafa sína skoðun. Já, þú ætlar ekki til slag. Nei. Ég sef rólegur hvort heldur er. En þetta með arfleiðina og hún skipti öllu máli en ekki beinin, ljóðin sem sagt. Já, það er minn punktur. Já. Sko,
beinin eru bara svona symbolík sko. Já. En ég að segja, mér finnst þessi vandræðagangur með þessi bein og þessar endalösu efasemdir og svona hæðni og spaug og spé og af Jónasar kostnað sumt. Mér finnst það skyggja á arfleið hans sem ekki síst á Þingvöllum. Þess að spor hans eru alla þá sveit og enginn hefur ort fjalli Skjaldbreiður, Ísland farsældafrón, öll þessi kvæði, hann alltaf komin á Þingvöll. Og ég vil eyða þessu skugga og ef niðurstaðan verður svo sem við vonum og ég teka aftur og hafandi svona skoða þetta svolítið að mér finnst meiri líkur en minni að þetta séu rétt bein, að þá bara hreint borð. Allir glaðir. Já. Hann Jónas orti meðal annars: Ó heilsið öllum heima rómi blíðum hæð og sund í drottins ást og friði. Áttu von á því að við getum lokið þessu máli í drottins ást og friði? Ég verð nú að segja að ef ég þekki þjóð mína rétt þá mun nú helst vilja halda þessu ágreiningsefni og halda áfram að þrefa og þrasa þetta. Það kemur mér ekki óvart, þannig að ég alveg við öllu búin. Öllu búin. En ekki alveg augljós hver framgangur málsins verður núna, segir? Nei, þetta svolítið hjá Þingvallanemnd, eins og ég skil það. En nú ég ekki vel að mér í laga paragrafum, sko, þannig að það verða mér laga fróðari menn að leysa úr því. Þegar ég sagði þér að ég var að hugsa að hafa fyrirsögn á þessu spjalli okkar bitbein, þá fyrir þáttinn, þá var svarið þitt með þeim hætti að ég áttaði mig á því að ég hefði ekki fyrstur Íslendingur fengið þá hugmynd. en sko, það sem knýr þig raunverulega áfram hvað? Að fá niðurstöðu í næstum því 100 ára gamalt deilumál. Nú höfum við tækifærið. Ætlum við að grípa það eða ekki, það bara kemur í ljós. En mín skoðun svo að við eigum að grípa þetta. Fá sannleika fram. Já. Ég nú bara ekki frá því að þú kunnir að hafa unnið einhverja á þitt band. Kemur í ljós, ég ekki í áráðri, ég segi mína skoðun og svo bara vera sammála eða ósammála. Eins og gengur. Þú búin að færa mjög góð rök fyrir þínu máli. Kæra þakki fyrir komuna, Páll Valsson. Þakkaði fyrir spjallið. Og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is